Norðlenska nautakjötið. Uppskrift á góðu kvöldi. Bruggverksmiðjan Segull 67 er staðsett í gömlu frystihúsi á Siglufirði. Það var árið 2015 sem Marteinn Brynjólfur Haraldsson, ungur siglfirðingur, fékk þá hugmynd að gaman gæti verið að koma á fót bruggverksmiðju. Eftir að hafa sannfært föður sinn og afa hugmyndina var lagt á stað og kom fyrsti bjórinn út fyrir jólin 2015. Síðan þá hefur ýmislegt gerst, en í dag er hægt að fá 2 tegundir af siglfirskum bjór frá Segli 67 og ekki er ólíklegt að tegundunum muni fjölga með tímanum. Herru, ég var kem úr þessu heimabruggssamfélagi og var búinn að vera í því í nokkur ár og haft mikinn áhuga á þessu og alltaf langt til að gera meira, brugga fyrir landan og ég var búinn að gera margar tilraunir og alls konar hugmyndir en síðan endaði með að fara og fór alveg niður í fjárhagsáætlunina og fór og náði svo að plata pappa og afa gamla heitinn í þetta verkefni með mér. Það hefur gengið bara ágætlega. Við komum með 2 bjóra sem allan á sér hring. Það eru Original og Sjarmur, bæði lagerar, millidökkur og ljóslægir með samt meira bragði heldur en þessi venjulegu lagerbjór. Og þeir hafa komið báðir inn í kjarnasölu í vínbúðunum og Originalinn er nýlega búinn að fá aðeins meiri dreifingu, þannig að þetta kemur hægt og rólega. Eins og flestir vita er smásala áfengis í höndum ríkisins og segir Marteinn að það sé talsvert flókið ferli að koma nýr inn á markaðinn. Það getur allir sótt sem allir framleiðendur sem einhver að byrja. Það getur allir sótt og þeir fara inn í reynslu. Reynslan, þú hefur ár þar og salan á vöruninni hún þarf að seljast nokkuð vel og það er hólf, ég held að segja 3 ári sem teknir inn í kjarnan. Og það eru söluðastu bjórarnir í þínu hólfi sem komast inn. Og til dæmis fyrir okkur þá voru 2 bjórar í hólfinu, í reynslunni sem komast inn og það fer bara eftir framleið hversu mikið framleiða vörun er. Og ef þú nær því ekki þá hangir þú bara þarna í reynslunni þangað til að einhverjar aðrar ráðstafanir eru teknar. En ef þú nær þarna inn þá ertu komin í kjarnan. Og kjarnin þýðir það að þá ertu komin með aðeins meiri dreifingu og átt á möguleika að fá ennþá meiri dreifingu eða hann selst betur. Þetta er ekkert auðvelt kerfi og sérstaklega kannski mætti alveg vera opnari fyrir íslenska vöru, fyrir íslenska bjórinn. En við erum náttúrulega bara að keppa við erlendan bjór líka og náttúrulega stóru framleiðendurna í leiðinni. Við báðum Marteinn að segja okkur söguna á bakvið nafnið. Segull, við erum að tengja það eins og við sjáum á logoðun okkar. Þá erum við að tengja þarna við áttavitan, segulnálina í áttavitanum sem snýr alltaf í norður. Og Siglufjörður, við erum náttúrulega hérna frá Siglufjörðu og áttavitin mikið notaður í siglingum í gamla daga, þannig að þaðan er svona segullin. En 67, þetta er happatala í fjölskyldunni og það var langjafi minn, Stefán Guðmundsson, sem átti vörubíl hérna í bænum og var að keyra fiski. Og hans bílnúmer var F67 og síðan hefur þessi tala verið inn í fjölskyldunni og poppað upp aftur og síðan var það afi minn og alnafni, Marteinn Brynjólfur Haraldsson. Hann var mikill sjómaður og átti fullt af trillum og litlum bátum og yfirleitt hans allir bátar voru með einkennisnúmerið SE67. Og þannig að þessi tala hún hefur poppað upp aftur en svo þegar að langjafi minn dó þá átti hann 67 börn og barnabörn, þannig að þetta er happatala. Og mikið er lagt upp úr því að viðhalda sögu hússins sem áður hýsti öfluga fiskvinnslu. Þetta er vinnslulínan sjálf, hún var uppi og þar kom fiskurinn. Þar til hann seig svo hérna niður inn í þetta herbergi og hérna voru hraðfrysti tæki og fiskurinn var hraðfrystur í pönnur hérna inn í þessu herbergi og mikil hörkutól sem voru að vinna hérna niðri og þetta hamra pönnunar úr tækjunum og síðan voru þeim handlangað hérna inn í bruggsalinn pönnunum og þar var allt handstaplað og mikil saga sem átti staðina sem okkur langar að endurvekja með tímanum og hengja upp myndir og alveg frá fiskvinnslunni, þannig að þetta er skemmtilegu staður.
Marteinn segir að það sé í raun val hvers og eins hversu flókið það að brugga bjór. Það sjálfsög ekki það mjög flókið, en það alveg hægt að gera það mjög flókið. Eins og ég talaði áðan að þú getur grafið mjög djúpt niður og farið alveg niður í efnafræðina ef þú vilt. Og jafnvel til að gera góðan bjór þá þarftu kannski að lesa þig svolítið til og fara svolítið aðeins dýpra ofan í það. Þannig að það hægt að gera þetta flókið og hægt að gera þetta auðveldara. Þetta nefnilega mestmegnis mjög mikil vinna og aðalega í þrifnaði og öðru, þannig að þetta er ekki bara gaman en samt alveg gaman. Á dögunum kom upp eldur í hinum enda hússins og mátti litlu muna að eldurinn bærist í verksmiðjuna. Heyrðu, já, þetta náttúrulega var alveg skelfilegt. Maður hélt bara að húsið allt væri að fara, en sem betur fer þá var brunninn á sama stað allan tíman og mikið reykur, þetta leit mjög illa út. Það skemmdi svolítið mikið af bjórbirgðum hjá okkur og við verðum svona smá lensa bjór hérna í einhverjar 2 vikur eða svo og gátum ekki selt í vínbúðirnar. En við erum svona að ná okkur eftir það með bjórbirgðirnar, en annars slapp mjög mikið, eða mest allt og öll tækjun tól eru í fínu lagi, þannig að það er bara sem betur fer. Norðlenska nautakjötið. Uppskrift á góðu kvöldi.